Já, velkomin að Rauða borðinu. Við ætlum að ræða í kvöld Íslandsbanka, söluna Íslandsbanka. Og áður en ég kynni gesti mína þá ætla ég aðeins að fara yfir söguna ef að var rétt að fá. Þetta nú mynd, nú leitn en ekki nú 0, en alltaf nei. Þetta sem sagt hvítbók, framtíðarsýn fjármálakerfið sem að raunverulega allir þessu söguþráður eru byggður á. Þetta Bankasýslan sem að setja þetta saman. Það eru nokkur atriði í henni sem að mér langar að benda á. Það það sem að var spurt afstöðu landsmanna til bankakerfisins. Þið sjáu þetta, þið kannist við þetta, menn að leika sér að búa til svona myndir í skýrslum. Sú sem vinstra megin, það eins og fólk upplifir bankakerfið. Það upplifir sem græðgi, það dýrt, spilling, háir vextir, okurvextir, vaxtaokur, vantraust. Og svo hinum megin, hvernig bankakerfið myndur við vilja sjá? Það sanngjarnt, þjónusta, traust, heiðarleiki og slíkt sem að fólk var að biðja Síðan var fólk líka spurt hversu jákvæður ertu gagnvart því að ríkið eigi hlut í banka? Dökkblái flöturinn 61%, það eru þeir sem eru bara mjög jákvæðir. 25 eru svona hvorki né, en alveg sama, og 14% finnst það ekki góður kostur. Og þetta svolítið mikilvægt að hafa þetta í huga vegna þess að niðurstaða hvítbókarinnar var að það ætti að selja hlut í ríkisins, að það væri eiginlega óhæft að ríkið ætti hlut í banka. Þannig það í engu tengslu við vilja almennings og svo það sem við sáum á myndinni þarna spillinguna og græðgina að fólk upplifi það að fjármálakerfið sé slæmt og með þráum að það verði betra en eins og við vitum sem að búum hér að þá hefur eiginlega ekkert verið gert til þess að breyta því. Þetta hvað Bankasýslan? Þetta formaðurinn, hann Lárus Öll Blöndal, hann frægur fyrir að vera sérstakur trúnaðarmaður Bjarna Benediktssonar. Aðrir í stjórninni, það eru bara 2 aðrir í stjórninni, það Margrét Kristmannsdóttir sem framkvæmdastjóri PAF, hún nú svona samfylkingakona að ég held, heldur hún hafi verið á lista aðra tímann, og Vilhjálmur Bjarnason sem fyrrum þingmaður Sjálfstæðisflokksins, þannig að Sjálfstæðisflokkurinn þarna með 2 stjórnarmenn af 3 og eiginlega furðulegt hvað þetta lítil stjórn með hvað þetta hefur mikil völd og framkvæmdastjórinn, hann Jón Gunnar Jónsson, hann vann lengi hjá Marel Lins fyrir hrun, það fáir sem að þekkja til þessa manns, en þetta fólk, það raunverulega setur saman þessa skýrslu og leggur hana fram og það ríkisstjórnin sem að lætur eins og að þau verið að fylgja því eftir. Það hafa verið 2 útboð, fyrsta útboðið var í síðastliðið sumar, það kostaði 1700 milljónir að gera það, af því að þóknunin kemur svolítið fram í seinna umferðinni líka. Það var 35% hlutur seldur og 55 milljarða á genginu 79. Þá bentu menn á það á meðan að útboðið var í gangi, þetta var allt og lágt og það var ekki bara einhverjir sósíalistar eða einhverjir fólk úr búsaltabyltingunum sem gerði það, heldur var það bent á þetta til dæmis í viðskiptablaðinu, að þetta væri líklega 20 til 25 milljörðum lægra heldur en raunvirði bankans. Ef við reynum að meta það, hvers virði þetta lága verð var, þá hafa hlutabréf hækkað síðan að þetta var gert 2,5% og ef við tökum tillit til þess að það sé svona bara einhver hreyfing á markaðnum sem var ósagert að klína upp á Íslandsbanka eða hækkun á þeim, að þá eftir sem áður þá hafa þessi bréf hækkað 33 milljarða umfram hækkun hlutabréfa síðan þá, sem að sýnir það hvað þetta var ótrúlega góður díll að fá að fara inn í þessi kaup. Þeir sem að það fengu voru erlendi sjóðir sem að margir þeirra seldu mjög flott aftur, bara kössuð inn hagnaðinn að þessu af því að þeir náðu inn bara nokkrum milljörðum bara í kvelli og seldu það og við svo sem vitum ekki alveg hverjum en reiknum með það séu íslenskir fjárfestar, kannski einhver leyti lífeyrissjóðirnir sem tóku líka þátt í þessu. En síðan var það almennt útboð þannig að þeir sem áttu peninga, þeir sem gátu lagt fram 1 milljón til að kaupa hlutabréf, að þeir fengu að kaupa og hagnast. Og það oft ekki dæmi að 4 manna fjölskyldu í Garðabæ sem keypti fyrir 4 milljónir en nú á hún líklega 6,5 milljón. En seinna útboðið, þetta fyrra útboðið var gagnrýnt mikið en seinna útboðið ekki síður, þá var erlendum sjóðum og lífeyrissjóðum boðið að kaupa 22,5% af bankunum með 4% afslætti miðað við gengið, það var sem sagt útboðið fór fram í skjóli myrkurs, það var lokað
Í kaupöldinni að þá var gengi í bankanum 122 en fólki var boðið að kaupa á 117. Það voru erlendu sjóðurnir aftur og lífeyrissjóðurnir en núna var það þannig að nokkur verðbréfafyrirtæki svona sem að braska á markanum fengu að hringja í vildarvini sína, helstu kúnna og selja þeim hlut. Núna kostar Íslandsbanki 128 krónur hluturinn og þessi hlutur sem að ríkið seldi á 57,7 milljónir í dag 57,6 milljarða virði. Það voru 700 milljónir sem að verðbréfafyrirtækin tóku í það að hringja kvöldið í viðskiptavinni síðan. Það sem að kannski veldur mesta svona óróanum í samfélaginu það hverjir sem að voru það sem að keyptu. Það þessir kallar eru Lýður og Ágúst Guðmundssynir í Bakkavör. Þeir voru stór hluthafi í Kaupþing sem að fór á hausinn með miklum hvelli og þeir auðguðu síðan aftur með því að fá að stunda viðskipti með eignir þrotabúa bankana og keyptu aftur Bakkavör og eru stór efnaðir í dag. Það þessi maður, Þorsteinn Már Baldursson, hann var forstjóri Samherja og hann var formaður bankaráðs Glitnis við Hrun, stór hluthafi þar og náttúrulega gríðarlega umsvifamikill í íslensku viðskiptaliði, sæti núna rannsókn vegna skattsvika, mögulegra múta ekki bara í Íslandi, heldur í mörgum löndum. Jón Ásgeir Jóhannesson, hann keypti líka, hann er fyrrverandi forstjóri Baugs og var stór hluthafi í Glitni fyrir Hrun. Það talað að bankakerfið, hann sé stærsti lántakandi í íslenska bankakerfisins, að fyrirtæki sem honum tengdust hafi tekið 1000 milljarða láni út úr íslenska bankakerfinu áður að hrundi. Síðan það þetta er Benedikt Sveinsson, hann er faðir Bjarna Benediktssonar og hann var líka stór hluthafi í Glitni fram að hruni. Þeir losuðu sig út áður en að hrunið varð. Hann hefur áður komið inn í svona hneykslismál, hann var einn af þeim sem að skrifaði mannkostalýsingar á barnanýðingum í uppreisn ærumálum. Karl Wernersson í Mælstón, hann er einn af þessum sem er að kaupa eða sonur hans, hann var mikill fjárfestir fyrir hrun í lyfjaverslunum en ekki síður í fjármálakerfinu og tryggingafélögum. Annar er Jón Sigurðsson, hann er fyrir forstjóri FL Group og nú Stoða. Hann auðgaðist eins og Bakkavarabræður á því að versla með eignir þrotabúana, auðgaðist gríðarlega á verslun eða með því að eignast gosverksmiðju út í Hollandi sem einhver bankinn hafði setið uppi með. Einn annar Þórður Már Jóhannesson, ég var í Straumi lengi og síðar Glúpi sem var eitt af fyrstu þessum fjárglæra fyrirtækjum sem fór á hausinn bara síðla sumars 2008. Hann er einn af þeim sem heitir rannsóknar vegna kynferðisofbeldis gagnvart Vítalíu Lazarevu. Jakob Valgeir Flósason, hann er einn af þeim sem fekk allra mest afskrifað eftir hrun. Hann hafði verið í útgerð en leiðst síðan inn í brask í bönkunum, keypt þar verið svokallaður verið að bera bréf, tekið lán í bönkunum til þess að kaupa bréf og var afskrifað gríðarlega miklu peningar og oft ekki dæmi þessu hvernig menn eignuðust útgerðina sína aftur. Það var náttúrulega hefði náttúrulega kannski verið eðlilegra fyrir bankana bara að taka útgerðina. Og svo í lokin er hér Guðbjörg Matthíasdóttir, hún er útgerðarkona og umsvifamikil í viðskiptum. Er ein af þessum útgerðarmönnum sem eftir hrun fjárfestu hvað mest innanlands, eins og kannski á svosum miðum Samherja líka, en hún á í mörgum fyrirtækjum og er meðal annars stærsti hluthafinn í Mogganum. Þetta er nú svona yfirlit yfir málið sem við ætlum að ræða í kvöld og til að ræða þetta þá er hingað komið mikið heiðursfólk. Hér er Sólveig Anna Jónsdóttir sem tekur við sem formaður Eflingar á morgun. Hér er Benedikt Sigurðarson, fyrrverandi skólastjóri og formaður KEA á tímabili. Hér er Hallfríður Þórarinsdóttir, hún er mannfræðingur og hún stendur fyrir mótmælum núna á laugardaginn. Og svo er Ásta Lóa Þórsdóttir sem er þingmaður og formaður hagsmunasamtaka heimilanna. Þú ennþá það, eða ekki, Ásta? Jú, ég er ennþá það. Já, þú það. Herðu, ég var nú svona að hugsa til þín þegar ég var að klára þetta, þegar ég var að sýna þessar persónur. Þetta eru svona mikið til leikendurnir í bólunni 2007. Upplifir það að sá tíminn sem bara komin aftur?
Já, mér finnst rosalega mikill 2007 fnykur að þessu og ég verð bara að segja eins og að þegar ég sá þennan lista, mér leið svona svolítið eins og ég hef bara verið kýlt í magan. Það er svona, mér finnst þetta svo, ég veit eiginlega ekki hvaða orði ég á að hafa yfir það, sko, alveg burtséð frá öllu sem að við vitum að að þessu og margir hafa verið að ræða að þá finnst mér þetta svo, mér finnst þetta svona blaut tuska framan í fólkið sem að misti heimili sín eftir hrun, sem að enginn hefur gert upp við, sem að þessir menn ollu alveg gríðarlegum skaða og það er nú talað að þeir hafi nú hreinsað bankana innan og býtu, þú veist, ekki mistu þeir heimili sín, ekki mistu þeir neitt í rauninni og svo koma þeir bara tilbaka, með peningana sem þeir tók út úr bankanum á sínum tíma til þess að kaupa hann aftur. Ég veit ekki hvernig þetta en ég veit bara að sko, þú veist, það kom ekki yfir mig eins og reiði, mér leið bara illa, ég fekk svona bara, ég var döpur, mér féllust hendur og ég svona, ég er bara, já, ég er bara svolítið þar ennþá. Sólveig Anna, hvernig slær það þig? Já, ég bara get alveg tekið undir allt sem að hér hefur verið sagt. Það er náttúrulega bara svona visst áfall að sjá þennan lista og sjá nöfnin, ekki að það hafi komið neitt á óvart, en þetta er svona, já, þetta er alveg svona visst áfall að sjá þetta og það er náttúrulega eiginlega bara óbærilegt að horfast í augu við það að öll sú mikla barátta sem að almenningur á Íslandi stóð í tengslum við hrunið, búsáhaldabyltingin, allar þær háværu pólitísku kröfur allt frá þetta bara svona mjög róttækum kröfum mikið efnahagslegt réttlæti yfir í mildari kröfur í það minnsta miklar svona umbætur í samfélaginu hafa einhvern veginn bara fjarað svona mikið út í sandinn og þegar ég hugsa tilbaka, ég náttúrulega hafði búið erlendis og flutti heim 2008 beint inn í hrunið, þannig að ég átti ekkert og gat þar af leiðandi ekkert mist, en ég upplifði samt alveg rosalega miklar þrengingar og oft á tíðum bara svo miklar þrengingar að það er næstu hægt að kalla það eitthvað meira en það. Maðurinn minn missti vinnuna, ég var láglaunakona í leikskóla, við þurftum að sjá fyrir börnunum okkar, maðurinn minn var bara í endalausu harki að eltast við að fá bara hvaða vinnu sem er. Þetta olli okkur gríðarlegu fjárhagslegu tjóni sem að við vorum mjög lengi að komast undan. Ég vann á vinnustað sem að þurfti að þola afskaplega mikið niðurskurð eins og náttúrulega öll þessi opinberu kerfi okkar þurftu að þola. Sá skaði hefur aldrei verið bættur og hann náttúrulega var ekki bara í lífum barnanna sem að þurftu að þola skerta og verri þjónustu, heldur líka í lífi fólksins sem að vann inn á þessum vinnustöðum með miklu bara heilsufarstengdum vandamálum. Allt þetta er bara mjög vel og rækilega dokumenterað í okkar samfélagi og ég mun það virðist nú vera svona almenn viðurkenning og vitneskja það að hrunið sem að þessir leikendur ollu varð til alveg, já, bara skaðaði venjulegt fólk alveg gríðarlega, en svo er einhvern veginn eins og að það skiptir samt einhvern veginn engu máli og það er í alvöru eins og við eigum bara, já, að láta þennan ósóma bara einhvern veginn viðgangast og ég bara enn eina ferðina get ekki annað en spurt mig að því hvernig geta kjósendur VG þolað að taka þátt í þessu rugli vegna þess að það má alveg segja að maður geti svona stundum sagt, ok, ég meina fólk, þú veist, vill stjórna og fólk segir við sjálft sig að það sé að gera gagn í þeim ráðuneytum sem það hefur og svo framvegis, en guð minn góður, hvað er hægt að segja það oft og mikið og hvernig getur það fólk sem að tilheyrir þessum flokki og er sómakært fólk bara afborið að taka þátt í þessu. Ég undrast það mjög, en já, það er svo margt sem maður undrast þessar myndir á þessu landi, því miður. Já, herðu Benedikta, þetta er nú bara fólkið á Íslandi sem á pening og það er bara svona, eða er þetta, var listin sem að ég var að sýna hér, var þetta
vera að draga upp það versta eða fylgir þetta ekki bara því þegar það verið að einkavæða banka að þá endar þau í höndunum á svona fólki? Sko, eins og þetta var unnið þá náttúrulega kemur í sjálfu sér listin ekkert óvart. En hann staðfestir að sumu leyti það versta sem að okkur grunaði. Við sjáum hins vegar klárlega núna að það eru vöflur á einhverjum og ég verð að viðurkenna að ég alveg steinhissa á því að þegar það kemur í ljós og staðfest að valið á þessum einkafjárfestum fór fram með einhverjum óljósum ramma og sett þak á kaupi möguleika stærstu fjárfestana þar sem var umfram eftirspurn til þess að koma að þessum handvöldu einstaklingum. Og þegar að faðir fjármálaráðherra stúkkar þarna upp og fjármálaráðherra segir að hann hefur ekki vitað hvað pabbi var að sýsla, sko, þá getur það vel verið að Bjarni ætlist til þess að við trúum því. En auðvitað engin ástæða til þess fyrir okkur að við trúum því vegna þess að Bjarni hefur ekkert verið þannig, sko, hann á það ekkert inni hjá okkur að við trúum honum og ef að þetta satt, þá náttúrulega hefði verið fyrsta vers fyrir Bjarna Ben að segja, já því miður, sko, ég vissi bara ekki að pabbi væri þarna kaupandi og ég get ekki komið að þessu máli áfram eins og það þarf að vinnast. Það sem eins og hefur gerst auðvitað það líka að þeir sem að hefðu þurft að fylgjast með, þeim var ekki hleypt að þessu máli vegna þess að það var meðhöndlað eins og einkamál Bjarna sjálfs. Við skulum ekki gleyma því að það ekki bara Lárus Blöndal sem handgenginn Bjarna, heldur hefur hann í raun og veru handvalið þessar stjórn bankasýslunar og það kemur alveg í ljós að bankasýslan hreyfir sig ekkert nema í nánu samráði við fjármálaráðherrann og hafi Bjarni ekki vitað þetta, þá ekki einu sinni ástæða til að sko afsaka hann fyrir það, en þá pappans alveg sérkennilega hrekkjóttur maður, vegna þess að það virðist vera að hann hafi komið aftan að Bjarna syni sínum áður. Já. Herðu, Hallfreður, þú ert eina af þeir sem að skipuleggja mótmæli, það nú langt sem að verið mótmælin á Íslandi. Hvað rekur ykkur til þess? Já, það bara eins og því miður, eins og fyrir daginn að ég held að fólki sé mér og mörgum fleirum fullkomlega ofboðið með þessari sölu. Hún svona einhvern veginn, þetta svona dropinn sem fyllir mælin og það er alltaf verið COVID hérna undanfarið 2 ár þannig að fólk hafi lítið geta tjáð sig og ekki geta nýtt sér sín borgarlega rétt að mótmæla stjórnvöldum og þetta svona bara, eins og ég segi, þetta dropinn sem fyllir mælin. Það í raun og veru alveg með ólíkindum að fylgjast með því hversu siðlausir íslenskir ráðamenn eru. Og fjármálaráðherra fer þar væntanlega fremstur í flokki en undir og með blessun forsætisráðherra sem alveg hreint óskiljanlegt að þessir flokkar geti sko staðið á bak við svona gjörninga eins og þennan og bara það einhvern veginn, við fengum fréttir af því í gær, það var í Kastljósinu í gær verið að tala heilbrigðiskerfi, það algjörlega löngu komið að þolmörkum, það undirfjármagnað, vanmannað og svo framvegis og svo sullar allt og bullar í einhverjum brjálæðislegum peningum hjá þessum afmarkaða hópi fólk sem eins og afætur á almannafé og bara alþýðu fólk á Íslandi. Ég skil ekki alveg hvernig hægt að bara samþykkja svona stjórnarfar. Það í raun og veru eins og einhver sagði í dag sem ég var að spjalla við, það með ólíkindum að það sé ekki búið að kála einhverju að þessu liði. Ekki það að ég sé óska eftir því, heldur bara framkoma þess svo svívirðileg. Og við ætlum að mótmæla á laugardag eins og ég kom í þín út að skila. Það er aðgerðahópurinn Jæja sem stendur á bak við mótmælin og við ætlum að hittast á Austurvelli klukkan 2 eftir hádegi og Ásta Lóa ætlar einmitt að tala og þú Gunnar Smári ætlar líka að taka til máls ef ég man rétt og Þorsteinn Gylfason og væntanlega einhver annar, var ekki alveg komið á hreint síðast þegar ég vissi
hverjir allir framsögumennir væru, en ég hvet alla sem eru að horfa á þennan þátt til að koma og bara sýna andmæli sín í verki, andstöðu. Herðu, Ásta Lóa, það hvað, nú eru þessir einstaklingar þarna, eiga ekkert svo stóra hluti í bankunum. Því að ríkið á ennþá 45% eða svo. Síðan eru lífeyrissjóðnir sem eru þekktir fyrir að kannski bara elta stæðstu hluthafana, enga hluthafana. Þannig að það raunverulega svona möguleiki á því að þeir sem eiga bara 4,5% í bönkunum með því að gera samning við einhvern erlendan sjóð getur raunverulega svona náð völdum í bankunum. Já, ég held að þú veist, það bara því miður þannig að ríkið hefur ekkert verið neytendum neitt rosalega hagstætt og hefur ekkert aldrei staðið upp fyrir réttindi þeirra, aldrei sett neitt út á þennan gríðarlega hagnað, aldrei eitthvað sett út á hagnað kröfu bankana og eitthvað svoleiðis, og það sama má segja lífeyrissjóðina. Og þetta náttúrulega þeir aðilar sem eiga að standa með almenningi, en þeir gera það ekki. Og það sem að hins vegar, þannig að já, þetta alveg virkilega bara mikill möguleiki, þetta sem þú ert að tala um, að ég sé einhver sérfræðingur í hvernig svonarlega geti gerst, að þá eins og bara við sáum þarna með sölun á Mílu, að það voru ekki meirihlutaeigendur sem að tóka ákvörðun þá sölu til dæmis og þar voru lífeyrissjóðirnir og sátu bara þögðu til hliðar. Þannig að hver segir að það gerist ekki núna? Og þú veist, ég veit það ekki, ég hins vegar, ég bara svo ofboðslega, eins og ég segi, mér finnst bara svo þú veist, bankarnir hafa svo gríðarleg áhrif á samfélagið. Þeir hafa, þú veist, ég held við föttum bara stundum ekki, við reynda að gera það, við hugsum það, en þeir hafa ofboðsleg áhrif á líf okkar og afkomu. Og ég ekkert til í að setja það bara í hendurnar á fagfjárfestum og ég heldur ekkert til í það að til dæmis eins og núna þegar verið að hækka vexti til þess að berjast við verðbólgu að sögn sem að kemur að utan, þannig þú veist það að hækka vexti hefur náttúrulega engin áhrif á hana í raun og veru og hvað gerist þá? Við borgum meira og meira inn í bankana og hvað endar það? Í vösunum og fjárfestum. Mér þætti að minnstakosti betra, í fyrsta lagi myndi ég vilja að það væri ekki farin þessi leið og heimilin bara hefðu þetta fé sem sagt fyrir sjálfan sig en það væri þó skárra ef þetta færi þarna inn og það væri nýtt til almanna heilla. En ekki bara til þess að einhverju fjárfestar geti fitnað. Og þetta finnst mér bara vera bara prinsippatriði og ég, eins og ég segi bara, ég veit það ekki. Veist, við erum ekki mörg en á Alþingi sem vorum á móti þessari sölu, ég held að bara við í Flokki fólksins þau einu og ég í efnaðs- og viðskiptanefnd eina manneskjan og Eyjólfur Ármannsson í fjárlaganefnd eina manneskjan og við skiluðum inn áliti það og allt sem við óttumst, ég segi eins og Sólveig Anna sagði áðan, þetta kemur ekkert á óvart, en þetta samt eiginlega bara verra, heldur en meira að segja að ég átti von á og átti ég nú ekki von á góðu. Sólveig Anna, það borgarlegir hagfræðingar eins og Gylfi Zoëga byrjaður að tala það að þetta gangi ekki lengur hvernig bankakerfi mergsýgur samfélagið. Og það bara, og við erum oft bent á það að hreinn hagnaður í íslenska bankakerfinu svo 2,5% af landsframleiðslu og það bara þekkist hvergi í heiminum. Þannig að við erum með bankakerfi sem óheyrilega dýrt, sem að rukkar fólkum alls konar gjöld, gjaldskráin endalaust löng og það allt nota það sem ókeypis í útlöndum rukkað fyrir hér, þess og Gylfi hefur bent á. Nú hefur verið tekið svo ákvörðun raunverulega í staðinn fyrir að laga bankakerfið á meðan það var í eigu ríkisins að bara selja það einkaaðilum til þess að þeir geti innheimt þennan hagnað. Já, það bara auðvitað, ég ætla að segja að það ótrúlegt, en það náttúrulega alls ekki ótrúlegt, heldur bara eins og við var að búast. Stærð bankakerfisins, það náttúrulega magnað að sjá hversu gríðarlega mikið rými það fyrir þessa svona maskínu í þessu litla samfélagi okkar og ég man einmitt stuttu fyrir hrun, þegar ég bjó ennþá í Bandaríkjunum, þá var ég að tala við einhvern kanna
sem var einmitt svona að spyrja mig hérna svona framleiðslu hætti og efnahag Íslands og ég var einmitt að segja frá svona hinu og þessu og meðal annars stærð bankakerfisins og þessi maður trúði mér ekki og ég man að ég efaðist þá sjálf að ég hefði rétt fyrir mér en fór svo að skoðaði og hérna var auðvitað að segja þarna þessum manni sem bara gat einfaldlega ekki trúað staðreyndunum sannleikann. En það náttúrulega, já, það hefði sannarlega verið óskandi að við almenningur á Íslandi hefðum svona borið gæfu til þess að vera nógu staðföst og nógu svona bara ströng við okkur sjálf og við stjórnmálastéttina að einfaldlega setja fram nógu háværa og markvissa kröfu það að einmitt bankakerfinu yrði umbreytt og að einmitt almannaheill væru látin ráða för en ekki þetta sjúklega, ógeðslega ólýðræðislega fyrirbæri sem að fjárfestingamarkaðurinn og sem þessi svona þessi partur kapitalismans og það að við séum alltaf að læra svona ný orð til að svona hilma yfir sko með því hversu helsjúkt þetta eins og núna þetta orð fagfjárfestar, þú veist, einhver venjuleg manneskja sem einu sinni getur útskýrt fyrir sjálfur sér eða fjölskyldumeðlimum hvað óskopunum þetta þýðir. En já, ég meina, ég aldrei á þeim buxunum að einhvern veginn kenna almenningi aðgerðir stjórnmálafólks og það fer alltaf mjög mikið í taugarnar á mér þegar fólk að benda einhvern veginn á almenning og ásaka hann að vera einhvern veginn heimskan eða vitlausan. En ég verð þó að segja að auðvitað það, já, ég meina við verðum auðvitað að axla ábyrgð á því að hafa ekki náð að brjótast einhvern veginn nógu rösklega og nógu afdráttarlaust í gegnum þennan yfirgengilega múr sem að íslensk auðstétt bara heldur áfram að reisa upp í kringum sjálfa sig þar sem að hún einhvern veginn getur augljóslega ekki sjálf sett einhverjar svona skorður á eigin græðgi þar sem að við búum við bara stjórnmála ástand þar sem að eins og hér hefur verið lýst þau sem að sannarlega setja sig inn í svona mál og á móti þeim bara í miklum minni hluta og þar sem að bara svo ég bendi svona aðeins á það svona umhverfi sem ég hef lifað og hræst í undanfarin ár verkalýðshreyfinguna þar sem að menn eins og Ragnar Þór og Vilhjálmur Birgisson sem eru þessi svona háværu og einbeittu gagnrýnendur á þetta svona fjármálakerfis arðrán þú veist þar sem að þessi miklu vilji til þess að jaðarsetja þá í umræðinu og mála þá upp sem einhverja dólka Hefði verkalýðshreyfingin átt að vera með einhverja stefnu í þessu, einhverja kröfur hafnað alveg farið sölu á hlut ríkisins þangað til að vera búið að laga bankakerfið þannig að sko það veri líðandi hvernig það fer með almenning? Ég held nú reyndar að verkalýðshreyfingin hafi nú verið kannski alveg eitthvað svona vörball í þessu máli en það sem við þurfum líka að læra og það sem auðvitað hér hefur líka verið bent á, ég meina það er búið að vera COVID og við höfum svo sem ekki kannski getað gert það sem að við getum gert undir eðlilegum kringumstæðum en við þurfum líka að læra það að það ekki nóg að senda frá okkur, þú veist, einhverjar ályktanir eða gera einhverjar svona einstakar aðgerðir. Þetta þarf að vera sustainable politískt program sem að við getum fylgt eftir, sem að við gefumst ekki upp á, sem að við höfum úthaldið til þess að fylgja eftir. Það eina leiðin til þess að ná árangri og það vissulega mjög erfitt og það krefst mikillar orku frá fólks en ef við raunverulega meinum það sem við segjum, við getum ekki þolað að búa lengur í svo sjúku ástandi að húsnæðismarkaðurinn sé gerður að leikfangi auðstéttarinnar, að heilbrigðiskerfið okkar sé látið grotna niður vegna þess að það má ekki fjármagnaða með eðlilegum hætti, að bankarnir séu aftur settir í hendurnar á þeirri auðstétt sem að rústaði hagkerfinu hér fyrir skömmu síðan, þá þurfum við bara að sína úthaldið og ég svo sem bara get alveg trúa því að við eigum að geta gert það og vona það að við getum gert það. Benedikt, ríkisstjórnin brást við þannig með því að óska eftir úttekt ríkisendurskoðunar á sölunni.
Ég leitaði nú í gömlum skýrslum Ríkisendurskoðunar. Ríkisendurskoðun fór til þess yfir sölu á einkavæðingu bankana á sínum tíma vegna þess að Halldór Ásgrímsson átti hlut í fyrirtæki sem hann seldi sjálfur. Og Ríkisendurskoðun komst að því að það væri allt í lagi. Það hefði ekkert verið, gerði ekkert athugasemdir við það. Þannig að er þetta svona leikur af því að Ríkisendurskoðun veit það að Ríkisendurskoðun mun ekki gera nokkrar athugasemdir við það? Ég held að þetta sé þetta bara tilraun til einhvers konar hvítþvottar eða til að drepa málinu á dreif og setja það í hendurnar á aðila sem ekki með, eða hvað segja sem svarar alls ekki beint til almennings. Og sá var munurinn til dæmis á rannsóknarnefnd Alþingis sem sett var á fót eftir stóra hrunið. Hún birti öll sín gögn og hún talaði að mörgu leyti mannamál. Jafnvel þó að það tækist ekkert alltaf vel að vinna úr því. En mér langar til að fara örlítið tilbaka í þetta, sko að ríkið sem eigandi banka í óbreyttu kerfi. Þær hafa búin að koma ágætlega inn á það. Það sko ríkið ekkert búið að vera góður eigandi banka fyrir neytendur. Þvert á móti, og ég hef bara prívat efasemdir að það geti í raun og veru staðist gildandi samkeppnislög að ríkið sem stærsti og ráðandi eigandi í bankakerfinu reki þessa hávaxta stefnu og þessa rosalega arðsemisfrekju sem að lýsi sér í þessum 70-80 milljörðum eða hvað nú í hreinan hagnaða bankakerfinu og þannig að við vitum líka að lífeyrissjóðirnir sem komu þarna inn sem fjárfestar, þeir ætla ekki að fara í einhver afsláttarviðskipti við almenning. Þeir eru að fara þarna inn til að hagnast og það gengur auðvitað gegn þeim hagsmunum sem að Ásta Lóa að tala fyrir og við viljum sjá að verkalýðshreyfingin nýtur að berjast fyrir og hefur auðvitað gert. Og þannig að við þurfum líka að velta því fyrir okkur hvar þá valkosturinn. Það gladdi mig rosalega að heyra að gamall baráttufélagi Helga Þórðardóttir sem að handgengin henni Ástu Lóu og kom inn á þing fyrir Flokk fólksins núna nýlega og hún dró upp umræðu samfélagsbanka þó að það væri ekki í formlegu tillöguformi og við þurfum nefnilega að berjast fyrir því að það geti orðið til farvegur fyrir öðruvísi bankastarfsemi þar sem neytendur hafa ráðandi stöðu og bankastarfsemi sem þá í sambærilegum ramma við það sem tíðkast í Þýskalandi Evrópu, bæði í Þýskalandi og Austurríki og reyndar víðar Evrópu, þar sem að sparkassakerfið með stærsta skerfin af neytenda, af viðskiptabankastarfsemi á neytendamarkaði og í eigu almennings sannanlega, þannig að það ekki hægt að fara með hagnaðinn úr landi í einum aflandsviðskiptum eða nota hann sem skiptimynt í einhverjum mismunandi siðlegum fjárfestingum af öðru tagi og annars staðar. Hagnaðurinn sem verður til eða ef það verður afgangur þá hann notaður í því samfélagi sem skapar hann, það að segja í nærsamfélagi og það einhver slíkur valkostur sem við þurfum og það því miður algerlega borin von að núgildandi bankalöggjöf sem yrði breytt í þá veru undir forystu núverandi ríkisstjórnar nema því aðeins að það yrði gert með mjög afgerandi kröfu, samstæðri kröfu frá almenningi og þá í gegnum samtök launþega vegna þess að umbætur á fjármálamarkaði eru alveg gríðarlega mikið hagsmunamál og jafnvel lykillinn að því að leysa húsnæðismálin í leiðinni. En Benedikt, þú ert að leggja það til að almenningur berjast fyrir því að Landsbankanum verði breytt í samfélagsbanka, eitthvað slíkt, eða ertu að tala fyrir því að þetta muni bara ganga yfir, þetta verði einkavætt og svo byrji almenningur upp á nýtt í kjallara á Bræðraborgarstígnum með lítinn sparisjóð og reyni að byggja hann upp úr einhverju því almenningur náttúrulega á og átti 2/3 af bankakerfinu bara fyrir árið síðan. Já, ég átta mikið á því hvort það raunhæf leið að taka Landsbankann og umbreyta honum í samfélagsbanka sem yrði þá afhentur almenningi ekki í hlutafélagsformi heldur í þessu
sjálfsegnarformi sem þá ekki hægt að selja eða kaupa, þannig að það geti engir einstaklingar eða fjárfestingarfélög, hvorki innlend eða útlend, graðgað til sín eina ráðandi stöðu í þeirri fjármálastofnun. En ég held að við ættum minnst að kosti til skemmri tíma að gefa til kynna ákveðna skoðun okkar og við ættum að ganga til liðs við þá litlu sparisjóði sem eru þá enn í eigu almennings og ráðstafa þá sínum hagnaði til nærsamfélaga. Og þar mér auðvitað bara í huga minn gamli sparisjóður sem starfar í Suður-Þingeyjarsýslu og sameinaðist úr gömlu sparisjóðunum sem þar voru til staðar í raun og veru alveg á grundvelli þess að forfeður okkar Sólveigur Önnu stofnuðu sparisjóð búlausra í Mývatnssveit, sko. Hallfríður, þetta mun halda áfram því að það í fjárfestastefnu Íslandsbanka ákvörðun það að greiða út úr bankanum 60 til 70 milljarða. Það segjum þessu 70 milljarðar þá eru þeir sem hafa verið að kaupa bankan á 100 milljarða, 35% hlutin og 22,5% hlutin, að þá væri þeir að fá svona 40 milljarða í arð á allra næstu misserum. Og þetta náttúrulega stefnan að greiða út til hluthafa sem mest í bankanum, að græða sem mest á viðskiptunum, þannig að sem mestur hagnaður og færa þann hagnað til eigandana. Og þetta náttúrulega gríðarlega valdamikil tæki sem að bankarnir eru og þetta eru bara leikreglunar að bankarnir í fákeppni, þeir okra á viðskiptamönnum sínum og greiða eins mikinn arð til eiganda sinna og mögulegt Ertu með spurningu á þetta vel? Ég er bara að velta fyrir mér, sko, þetta mun halda áfram. Þetta mun halda áfram. Fólki var ekki að kassa inn gróðunum núna. Þeir mun halda áfram að græða á þér og mér. Græðir á bakvið allt þetta. Já, afskaplega verið að segja það. Já, afskaplega erfitt með að skilja svona milljarða á peninga og svoleiðis. Það bara einhvern veginn alveg út fyrir mitt svið. Landspítalinn svona 80 milljarðar. Þeir ætla að greiða sér svipað á einu ári. Já, það engin smá peningur. Og það sem við höfum verið að horfa upp á því miður, það er þyngra en tárum taki eftir búsáhaldabyltinguna þegar maður einhvern veginn öðlaðist þá vonað að vera hægt að breyta þessu spillta samfélagi og stöðva þennan straum af peningu sem fór til ríka fólksins og alltaf í færri og færri hendur. Og við reyndum og það búið að tala það hérna áðan. Við mögum ekki gleyma því hér var til dæmis þjóðaratkvæðagreiðsla nýja stjórnarskrá sem stóð til, sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu en svo felld á einhverjum tæknilegum atriðum af nákvæmlega sömu elítinu sem náttúrulega situr í öllu dómskerfinu og við erum bara átt okkur af því að það er sama klíkan sem hefur töglin á haldirnar allstaðar. Og ég veit ekki hvort það er nokkur einasta hvort við eigum séns í veröldinni á því að breyta þessu meðan að samfélagið er svona fámenn vegna þess að það virðist vera svona, ég veit ekki hvort það var kallað menningarlegt einkenni eða hvað, en það er engin prinsipp neins staðar og það er ekkert eftirlit, það er bara að menn skammta sér í sína vasa þeir nota ríka fólki notar sem eru aðganga lífeyrissjóðinn notar þetta eins og sitt sparifé sem það getur bara valsa með og keypta sem það vill og almenningur það er einhvern veginn færinga rödd, fjölmiðlarnir eru of slappir þeir sem eru allavega í eigu almennings, það vantar miklu meiri samfélagslegri gagnrýni og ég verð að segja eitt sem hefur brunnið svolítið á mér og sérstaklega eftir allir þessi mótmæli sem ég stóð frá hruni og ég veit ekki, hann veit ekki hvenær, 2016, ég og Andri Sigurðsson við skipulögðum og mótmæli hann ásamt fleirum í apríl 2016 þegar Panama-skjölin voru afhjúpuð og mættu þarna yfir 30.000 manns og hvað gerist? Jú, ríkisstjórnir falla en kerfi breytist ekki nokkurn skapaðan hlut. Í grunn og botn erum við alltaf með sama kerfi. Og það er eitthvað meira en lítið að þegar það heldur áfram. Það eru sömu persónur og leikendur komnir upp. Þessi gæjar, þetta er allt saman mest einhverjir kallar, þessir útrásavíkingar eru allir komnir aftur til leiks. Það er ekki hægt að skálda þessa þvælu.
Það er einhvern dotti í sko þetta skrifa einhvern skáldverk sem væri með þessum persónum og leikandum aftur eftir að það var búið að rústa samfélaginu og hagkerfinu svo gott sem, sko ég efast að nokkuð skáld hafi haft hugvit í að skrifa það og hefði aldrei fengið slíka bók út gefna. En svo gerum við, rís almenningur upp og reynir hvað hann getur til að krefja stjórnvöld og ráðendur breytingar og það einhvers staðar okkur lofað öllu fögru og svo það hunsa. Svo bara valtað yfir okkur og það get ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslu, Ísland tekist að vera eitthvað lýðveldi og lýðræði, þetta eru svo að mörguleyti svo innantóm orð vegna þess að það ekkert virt. Virðingin víðs fjarri. Og almannahagur virðist alltaf fá, sko, það alltaf hagsmunir þeirra ríku, þessa, hvað kallaði Sólveig, hvað nýja orð þetta, fagfjárfestar, það eru þeir sem að lifa á því að græða peninga, það þýðir það vantarlega, að þeirra hagsmunir eru alltaf settir í forgang á undan almannahagsmunum. Og það hvert mannsbarn sem komið yfir miðjan aldur veit það til dæmis að heilbrigðiskerfið hefur verulega látið á sjá frá því sem var fyrir 20 ára síðan og það verið sko heilbrigðisstarfsfólk þarf að brenna yfir, það allt í lagi. Við skulum ekkert láta þessu út, þessu greifa, hvað heita nú allir kvótakóngar og ég veit ekki hvað, sem að borga af alla sko almennilega skatta hérna eins og kom ákaflega vel fram líka í verbúðinni, það hristi nú heldur betur upp í fólki og ég held að sé bara sko, það er ofboðslega þreytt að segja að sé komin tími til að breyta, við erum búin að reyna, ég held að sé bara komin tími til að þetta fólk standi við gefin lofar, ellegar, við bara hendum þeim út, það ekkert flókið og við þurfum, það ætla ég að segja, ég ætla ekki að gleyma því aðalatrinu, eða mjög mikilvægt, trúið það það. Ég saknaði þess alveg svakalega mikið í öllum þessum mótmælum sem við heldum að það vantaði alltaf einhverja hreyfingu sem tók við. Við fórum á Austurvöll, við tjáðum okkur óánægju okkar og ekki hvað og jú það var eitthvað sem gerðist en ekki, það tók enginn við og verkalýðshreyfingin, ég verð að segja það, hún stóð sig afspyrnu illa. Það heyrðist ekki hósti eða stuna á þessum árum frá verkalýðshreyfingunni og ég held að þessi komin alveg tíma á það að launþegahreyfingin á Íslandi sem stærsta almannahreyfing í landinu með yfir 80% allra launþega í stéttarfélögum að hún bara láti til sín taka svo muni. Sólveig, þú heyrir í mér, eða ekki? Ég ætla að staldra við hjá Ástu meðan að Sólveig að hugsa sinn gang. Það sem indakið Hallfríði, Ásta, hvernig breytum við þessu? Þetta er óþolandi, hvernig breytum við þessu? Já, hvernig breytum við þessu? Það er stór spurt, ég ekki með eitthvað svar svona á reiðum höndum, en já, það þarf náttúrulega, fólk þarf að kjósa öðruvísi. Það þarf að, það er nú eitt vegna þess að, það er fullt af fólki sem að gagnrýndi mig og svona fyrir það að vera farin á þing og eitthvað þannig. Það sem ég bara hef lært á þessum tíma sem að ég er búin að vera að berjast er að ef þú ferð ekki, þú veist, að það er þar sem ákvarðanir eru teknar, það er þar sem að þú átt mestan séns á að hafa áhrif og þess vegna gerði ég þetta og kom mér hérna inn og vona að rödd mín heyrist. En það er nú mikill meiri hluta fylgi á þingi fyrir því að selja bankann og með þessum hætti? Já, það var það og það kom mér reyndar mjög mikið á óvart að hvað stjórnarandstaðan að hún skildi ekki vera meira á móti þess að þau voru meira á móti ferlinu og hvernig þetta var gert. En kannski stafar þetta því að fólk sem hefur ekki lent í þessu kerfi og miskunnarleysi bankana að það skilur bara ekki hvernig þetta virkar. Ég veit það ekki, en ég velti því fyrir mér. Ég bara, eins og ég segi, ég vil taka algjörlega undir allt það sem að Benedikt sagði samfélagsbanka og þetta er eitt af því sem við hjá Hagsmunasamtökum heimilina höfum verið að berjast við í mörg ár, eða berjast fyrir í mörg ár og Helga Þórðar er einn af frumkvöðlunum í því og við höfum, þetta er náttúrulega, það er alltaf fleiri en einn og fleiri en tveir sem koma að svona málum og þetta er bara eitthvað sem þarf að gerast, en hvernig við breytum þessu, málið er að kerfið er alveg rotið niður í rætur og þú veist, við getum ekki treyst dómstólum, það er alveg komið í ljós og ég hef persónulega reynsla því og get talað það lengi, að það er bara ekki hægt.
stjórnmálin, alþingi, ríkisstjórn eins og það og það virðist einhvern veginn vera þannig, eða ég sagði þetta nú einhvern tímann við stjórnmálamenn, þau að segja mér það að kostinni séu 2, annarkvort kemstu ekki í ríkisstjórn og kemur engu í gegn á 4 árum, eða þá þú kemst í ríkisstjórn og mátt ekki gera neitt af því að þú getur rugga bátnum. Og það svona svolítið, sko, það vill enginn rugga þessum bát sem þetta kerfi og það til dæmis þess vegna sem okkur til dæmis hefur eins svona erfitt að fá gerða rannsóknarskýrslu heimilanna sem að ég reyndar vonast til að geta lagt fram núna fljótlega eftir páska, frumvarp eða nei, sem sagt beiðni þannig skýrslu sem að yrði með rannsóknarskýrsla Alþingis, ekki bara einhver ráðherraskýrsla heldur rannsóknarskýrsla Alþingis, af því að ég held að þegar hún verður gerð að þá komi ansi margt í ljós sem að sýnir rotnunina og svo bara spurning eins og hvað við gerum við það. En það þarf að gera eitthvað og ég held líka að það annað sem ég langar að nefna, það komin svona ákveðin fyrirlitninga hvert stjórnmálamönnum. Það svona ákveðið svona, maður finnur þetta og skilur þegar maður eins og til dæmis að hitta fólk eins og í kosningabaráttunum, fólk bara, ég bara hætt að kjósa, þetta allt það saman, það skiptir engu máli hvað maður gerir. Og þetta það versta sem fólk gerir. Það þegar það ákveður að kúpla sig út vegna þess að með því í rauninni það að styðja þá sem það vill helst fá í burtu. Í staðin fyrir að taka stöðu sína og ef að við sem að teljum okkur vera innan gæsalappa gott fólk og heiðarlegt sem ekki myndi vera í spillingu og láta spilla sér, ef að við lítum bara niður á það að fara inn á Alþingi eða erum svona, teljum það bara tilgangslaust og viljum ekki koma nála stjórnmálum og allt það, þá breytist þetta ekkert. Þá erum við bara að sitja í hendurnar á hinum. Við verðum líka öll svolítið kannski að taka okkar stöðu. Ég ekkert að segja að allir þurfa að vera í sama flokki og ég eða þú eða neitt, en förum inn í þá flokka sem að við teljum sem að samræmast best okkar skoðunum og vinnum þá að góðum hlutum þar. En í staðinn þá ætla bara allir að nöldra við eldhúsborðið og svoleiðis. Þetta líka svona, það alls konar hlutir í þessu og ég líka alveg sammála því að verkalýðshreyfingin bara hefur til þessa og eins og í kringu hrunið þá brást hún algjörlega, en það gríðarlega breytingar þar og ég held að við séum að fara að horfa á allt öðruvísi verkalýðshreyfingu strax núna í haust. Svona breytingin í verkalýðshreyfingunni á rætur sínar í vonbrigðum fólks með verkalýðshreyfinguna eftir hrun í mótmælunum í búsaldabyltingunni eins og Hallfreður fór yfir. Það þýðir það að ný verkalýðshreyfing lítur að vinna með öðrum hætti með fólki í mótmælum, vinna öðruvísi með reiði almennings og viðbrögðum við stjórnvöldum, andstyggð almennings á yfirgangi stjórnvalda og auðstéttarinnar. Þannig að hvernig gerir ný verkalýðshreyfing það? Já, hvernig gerir ný verkalýðshreyfing það? Mér langar nú bara því ég verði að segja, sko, að því hér tala svona að fólk vil ekki rugga bátum og svona stöðuleikinn sé mikilvægur og það. Ég hef náttúrulega núna lent í því að hafa ruggað bátum svo rosalega að mér var svona kastað frá borði og svo þurfti ég svona að reyna að komast aftur borð. Þannig að já, ég meina það kostar, það getur kostað alveg greiðlegar fórnir og kannski bara svo fáránlega miklar að það náttúrulega ekki hægt kannski almennilega ætlast einu sinni til þess að fólk greiði þær að ætla að fara í baráttu sem að snýst ekki bara eitthvað svona yfirborðskennt, sem snýst ekki bara eitthvað svona hégóma eða persónulegan frama, heldur sem að snýst raunverulega það að breyta þessu kerfi sem að við sem að hér erum saman komin í þessum þætti viljum sannarlega breyta, þó við séum ekki sammála alla hluti, þá erum við sammála það að viðbjóðslegur yfirgangur fjármálakerfisins gagnvart almenningi algjörlega sjúkur og við erum sammála það að annars vegar meðvirkni og hins vegar þáttaka pólitískrar valdastéttar í þessu verkefni óþolandi og til skammar
Við erum sammála það að þessi úttekt sem að nú á að láta Ríkisendurskoðun framkvæma einhvers konar bara grín og auðvitað bara tilraun til hvít þvottar og þannig bara ótrúlega kostulegt og eiginlega svona, já, pingu bara svona óþægilegt að verða vitni af því að fullorðið fólk sem hefur verið lengi í stjórnmálum leyfi sér að láta það líta einhvern veginn þannig út að einhver verknaður sem hefur verið framinn undir þeirra forystu að þau sjálf ætli nú að snúa sér einhvern veginn að því að láta framkvæma einhverja rannsókn á einhverju sem actually var bara að gerast bókstaflega bara, þú veist, í gær. Þetta svona eins og ég hefði hrint dóttur minni, hún hefði kvarta og ég kemur til hans að ég ætla að láta gera úttekt og aðdraganda þess að ég hrinti þér og svo áhrifunum sem það hefur haft á okkur sem fjölskyldu. Þetta náttúrulega bara hlægilegt en auðvitað því miður ekki kannski neitt sérstaklega fyndið. Verkalýðshreyfingin, já, ég vona af öllu hjarta og ég ætla á þessum tímapunkti að leyfa mér að trúa því að einmitt þessi meðvirkni, þessi undirgefni gagnvart pólitískri og efnahagslegri valdastétt sem að sást í framferði forystu verkalýðshreyfingarinnar sem viðbragð við hruninu þar sem að einmitt ekkert raunverulegt lýðræði var til staðar, þar sem ekkert samtal svokallað var til staðar á milli forystunar og svo félagsfólksins, vinnuaflsins, heldur voru bara ákvarðanir teknar í samvinnu við yfirvaldi á þessu landi, án þess að leyfa fólkinu sem átti svo að axla byrðarnar og þjást sökum þeirra ákvarðana að hafa nokkuð það að segja. Þetta eru einmitt þau vinnubrögð sem að ég og félagar mínir í Eflingu höfum eitt síðustu 4 árum í að reyna að uppræta með einmitt, já, miklum bara fórnarkostnaði sem að við höfum þurft að bera. Til dæmis einn af svona stóru átökunum inn í hreyfingunni snerist það hvort að það væri ásættanlegt að leyfa Vilhjálmi Egilssyni, sjálfstæðismanni, að útbúa sérstaka grænbók vinnumarkað sem svona fyrsta opnunar svona sporið í nýjum saleg dansi. Ég meina okkar barátta fór heilan vetur í það að stoppa þetta. Við uppskárum allavega áfangasigur en engar sérstakar þakkir. Já, verkalýðshreyfingin, hún á að breytast, hún þarf að breytast. Efling í það minnsta hefur breyst og mun núna halda áfram að breytast. Í þessu samfélagi sem við búum í þá náttúrulega ekkert efnahagslegt lýðræði. Þar þurfum við að koma saman þó við séum ekki sammála alla hluti og bara, já, taka saman höndum það að knýja á það að innleiðing á raunverulegu efnahagslegu lýðræði í þessu landi hefjist. Það erfitt, það erfiðasti slagurinn. Það lang erfiðasti slagurinn vegna þess að þá erum við að slást við þau sem að telja og trúa því í hjarta sínu að þau séu eigendur alls á þessu landi, vinnandi fólks líka. Þetta erfiðasti slagurinn, hann tekur mest á en hann mikilvægastur og ég bara vona að við berum gæfu til þess að geta tekið hann saman. Ásta, þú ætlar að skjóta aðeins inn. Ásta. Já, mér langaði nú bara að segja að þessu var náttúrulega engan veginn sem að ég sagði á hann að fólk að taka þátt beint á Sólveigu sem búin að vera alveg stórkostleg og í sinni baráttun hefur gengið gegnum alveg skelfilega hluti fyrir það. Það er hins vegar, ef að fleiri myndu stíga fram, það verða aldrei allir leiðtogar eða eitthvað þess áttar, en ef að við fleiri myndu stíga fram, þá verður líka baráttan léttari fyrir þau sem að fara fyrir og og ég held að við Drullan dreifist á fleiri. Já, Drullan dreifist á fleiri. Nákvæmlega, við getum farið inn í grasrótina eins og á stjórnmálaflokkunum vegna þess að þar eru línurnar lagðar. Við eigum að gera það. Við eigum að bara fara þangað sem víðast. Þannig að en það var það sem ég bara meina og ég held að, þú veist, en ég, eins og ég segi, bara, ég vil engan veginn þetta verið tekið þannig að, þú veist,
Ég tók þessu sem almennu herútboði að fólk eigi að fara og starfa, fara inn í verkefnishreyfinguna, fara inn í stjórnmálaflokkana, reyna að hafa áhrif á samfélagið. Ef við gerum það ekki, þá munum bara hinir á það. Þá vil ég hýra, nákvæmlega. Einmitt. Benedikt, hvernig endar þetta? Já, það nú kannski auðveldast að segja að þetta endar aldrei vegna þess að barátta fyrir réttlæti og fyrir bættum heimi, hún tekur aldrei enda af því markmiðið færist alltaf örlítið undan okkur. Jafnvel þegar við náum árangri. En sko, ég held að það sé mjög mikilvægt að eins og Ásta Lóa að segja og Sólveig auðvitað líka að segja að við þurfum að finna farveg sem að virkja farveg þar sem að fleiri leggja að mörkum og það auðvitað alveg rétt að það breytist ekkert öðruvísi heldur en einhverjir leggji fram hugmyndir, tillögur og reyni að sýna fram á það með góðum rökum og baráttu að hlutinni geti verið öðruvísi. Mér finnst að það hafi skort dálítið mikið á það og ég segi svo sem stundum, ég brenndur af því að prófa að taka þátt í stjórnmálastarfi og vettvangi grasrótarinnar. Þannig að ég hef til dæmis upplifað það í fleiri skipti að flokks samþykktir á landsfundu jafnvel, þær eru bókstaflega að engu hafðar ef þær eru ekki beinlínis látnar hverfa þegar að samkomin lokið því að stjórn eða foristur flokkana hafa nú ekki borið meiri virðingu fyrir sínum eigin félagsbönnum á stundum. En ég vona sannarlega að það verði ekki þannig í flokknum sem hún Ásta er að vinna fyrir eða að ég vona að það sé kannski að breytast líka vegna þess að það er auðveldara fyrir okkur í nútímanum að fylgjast með því hvernig farið er með þau gögn og þær samþykktir sem að gerða þeim. Herðu, Hallfreður, þú ætlar að vera með mótmæli á laugardaginn, það eru mótmælinum það við viljum þetta ekki, en þarf að fylgja eitthvað eftir. Þú segir að það þarf eitthvað hreyfing að taka við, en hvað er það sem að þarf að koma eftir? Þarf að koma, já við viljum ekki hafa þetta svona, en við viljum hafa þetta svona. Já, við þurfum bara, ég ætla ekki endilega að vera með eitthvað patent svar við því. Ég held bara að ef við erum sammála, þau okkar sem eru sammála það að breyta þessu samfélagi í meira jafnara samfélagi, að draga úr þessari gífurlegu auðsöfnun, að styðja við þessi kerfi okkar, heilbrigðiskerfi, menntakerfi, vegakerfi er eins og einhver bílasali sagði við mun daginn, hann búin að ferðast allan heiminn. Það hvergi nokkurs staðar verri vegir í heiminum en fyrir utan Ísland nema í Nepal. Þetta er alltaf að hrynja hérna. Og við þurfum bara hvert og eitt einasta okkar þarf að leggja sitt að mörkum. Hvert einasta okkar skiptir máli og að nýta okkar borgarlega rétt. Það er að gera það á margvíslegan hátt, vinna bak við tjöldin eða í framvarðasveit og hvaða vettvangi sem er. Og við höfum að láta okkur samfélagi varða. Þetta er okkar samfélag. Þetta er ekki samfélag sem er sniðið og búið bara til fyrir einhverja útvalda klíku. Og ég held að við höfum bara halda áfram. Ég sé fyrir mig núna að laugardagurinn þessi á morgun, hindaginn á laugardaginn, þann 9. að hann sé ekki fyrsta og síðastu mótmæli þessa vors, heldur aðeins þau fyrstu og við munum halda áfram. Og við getum tekið fyrir hvernig sem við gera það, hvort við tökum fyrir eitt mál í einu eða hvernig sem það er, en markmiðið er alltaf það sama, að gera þetta, að stefna að betra samfélagi og meiri jöfnuði. Félagslegum og efnahagslegum jöfnuði. Þakka fyrir það, Hallfreður. Já, bara stutt. Ég bara skjóta, sko, ég held að núna í tilefni af þessu bankamáli sé einmitt rétti tíminn til að reyna að reisa merki og fá fólk til að skilja hvað samfélagsbanki sem að stjórnaðir í þágu fólksins raunverulega getur gert og að slíkt regluverk rúmast undir regluverki EES með fordæmum frá þýskumælandi Evrópu eins og ég hef áður nefnt. Nú er tíminn. Nú er tíminn til að mótmæla, það er á laugardaginn klukkan 2 á Austurvelli. Kannski verður það eitthvað stað víðar á landinu, sjáum til. Við þakka okkur kærlega fyrir komuna, Hallfríður Þórarinsdóttir, Sólveig Anna Jónsdóttir, Benedikt Sigurðarson, Ásta
Lóa Þórsdóttir. Hlustendur þakka ég fyrir að staldra hérna við og fylgjast með umræðunum. Ég hvet ykkur til þess að læka þennan þátt og læka síður samstöðarinnar bæði á Facebook og YouTube. Þið sem viljið styrkja uppbyggingu samstöðarinnar geta gengið í Alþýðufélagið. Það er svona svipað eins og vera áskrifandi, kostar eins og 2 kaffibollar á mánuði. Það er gert með því að fara á samstöðun.is. En annars þakka ég fyrir í kvöld. Takk.